Góðan daginn, kæru vinir. Við erum hér saman komin til þess að halda smávegis áfram með æsku minningarnar. Og ég veit svo sem ekki hvað þér finnst þetta, en ég vissum einhverjir hafa allavega gaman að því. Og kannski ert þú akkurat manneskja sem hefur mjög gaman að þessu. Þá nú Sigurinn unnir og Björnin kláraðar. En hérna, ég hygg nú að sagan okkar sé svona nokkuð svipuð og þú hafir sem ungur drengur aðhyll svipað og við vorum aðhyllast á sínum tíma og tekið þér margt fyrir hendur sem að við vorum að gera líka. Eitt af þessu voru hjólatíkurnar. Þú manst eftir þeim eða ekki. Kassabílarnir hét þetta nú líka, en ég held að við höfum oftast bara kallað þessar tíkur hjólatíkur. Þetta var nú ekki flókin smíð, en þetta var samt smíð sem að við sáum alveg sjálf. Það var enginn sem kom nálægt þessu nema bara við. Og hjólatíkin var byggð úr 3 steypu hérna sem að hús voru slegin upp með. Svo kannski maður stættir því einu sinni voru hús slegin upp þannig að voru búin til mót og það var fljótandi steypu hellt í þessi mót og mótin fyllt eftir að var búið að járnabinda og svona. Þetta ekki lengur gert með hús, þetta kemur nú bara mest allt í flekum eftir því sem mér sýnist. En þegar ég drengur í Hafnarfirði þá það ekki byggingalagið og þau hús sem byggð voru sem sagt mótuð, bara steypt upp spýtu fyrir spýtu og sem sagt hellt í þau steypu. Reyndar ekki handhrælt, það var nú komið aðeins lengra þá og komið steypubíll og þeir alltaf tilbúið og svo var steypt. Og fyllt, kannski í fyrsta hæðin fyllt og svo var gólfið lagt á þakið og síðan kannski byggt ofan á það ef þetta var tveggja hæða hús eða það þannig meira. Þannig var þetta nú þá og svo var þetta rifið utan af þessu og hreinsað og skafið og þessar spýtur sem að voru notaðar í þetta fundu við í passlegum stærðum. Þetta var náttúrulega sum af þessu var hent, en ekki öllu náttúrulega, en við kannski hirtum óvart eina spýtu. Og það voru sem sagt mældar alltaf ekki verið svona 1 meter, 2 1 metra spýtur. Svo var ein kannski 1,50 og hún var höfð í miðjunni. Og þetta var neglt saman með nöglum, var sett undir undir pallinn sem að sætið síðan var á. Og ein spýta sem var lengri, hún var fyrir stýringuna. Þar voru menn með lappirnar sínar og skó og stýrðu með löppunum og það var svona, hvað segjum ég, beisli í þetta úr sitt hvorum þar sem hjólin voru og þetta var svona svipuð breytt á þessu og var á vögnunum. Við notuðum þá mikið á kerrurnar, þetta passaði svolítið undir þetta. Við náttúrulega sniðum þetta svolítið eftir þeim og fengum að hirða gamlar kerrur og tókum hjólin undan þeim og notuðum þá svolítið mikið. Og þetta var sem sagt einföld smíði, en þó þurfti að gera þetta. Það var að byggja þetta eftir ákveðnum reglum, þannig séð. Við vorum með þar sem að spýtan fram eftir var. Þar negldu við passlega bút undir og þessi bútur undir hélt þessum 3 spýtum saman og ég held að við sett þykkari klump spýtu að aftan þar sem að, aftur hjólin voru og svo var einn settur í miðjunni. Þá var þetta orðið nokkuð stillt og stýrisbúnaður var þykkari gerða spýtu, við kölluðum það nú klump, kannski það gert það þó. Það var hvergi til borvél og við sem ekki spurðum aldrei hvort við getum fengið eitthvað á borvél.
Þannig það var bara ráðist á þetta með þeim vopnum sem til voru og við vorum að krafsa okkur í gegnum þennan mikla klump bara með skrúfjárnum og vasahnýfum og hverju sem til var og þetta hafðist allt saman svona í rólegheitunum og til varð passlega opið gat fyrir þessa tilteknu tegund af bolta. Þetta var sérstakur bolti sem við keyptum og hann fékkst í Græna kaupfélaginu eða Málmi, líklega Málmi. Og þetta var svo var hérna boltinn eða sko stykkið, þetta þverstykki fremst sem að notuð var til þess að stýra með. Á þetta var settur öxull, framöxullin sem sagt og í sitt hvort endan á þessu stykki, stýristykki voru beislin. Þannig að við vorum að hjálpa löppunum með höndunum með þessu spottum. Þetta var allt saman kyrfilega nelt og fest og þannig að það var aldrei neitt vesen við þetta, ekki svo í muni. Og svo voru alls konar útfærslur á þessu og maður bremsaði nú yfirleitt bara með löppunum og sleit botnunum. En svo voru við með svona handföng á þessu sem settum ofan í jörðina og það hægði eitthvað á tíkinni og kannski voru þetta bara ágætis bremsur, ég man ekki, ég held að við nú verið bara með eitt eða við vorum bara með eitt og það heyrðist allavega nýjust þegar þetta fór í jörðina og það var eitthvað hægt að stjórna hraðanum en hraðinn var nú ekkert vandamál, hann var nú yfirleitt of lítill fannst manni, þannig að það var nú ekki vandamál með hann. Og svo voru mótorarnir, ég og þú og einhver sem ég fekk að stýra og eða brekkan var notuð, hún var nú mest notuð en ekkert endilega, stundum ýttum við bara hvorum öðrum og bjökum til vélarhljóð með munnin við okkar. Það var skemmtilegast að stýra. Þá var eitthvað að ýta, nenna að ýta, en stundum gat maður ekki stýrt og þá var hann að ýta, það var ekki eins skemmtilegt en partur af þessu öllu saman. Þetta voru hún hjólatíkin og þær voru algjörlega smíðaðar af þeim sem voru notað þarna. Ég man aldrei eftir fullorðnum að smíða með okkur hvort sem var svona dúfukof eða hvað og við bara gerðum þetta sjálf. Það var ekki einu sinni pælt í því hvort að pabbi kannski væri til í að koma eða einhver annar eða frændi eða frænka. Við fórum bara í þetta sjálf. Við áttum sög og við áttum hamar. Svo fengum við pening fyrir nöglum hjá mömmu og pappa og þá var hægt að byrja. Hvort sem var að smíða hjólatík eða eitthvað annað. Og hjólatíkurnar voru við sérstætt með, þær voru nú mest á sumri, ég held að það nú ekki verið mikið á veturnar held ég, en ekki nema þegar að koma brennusöfnu þá voru við með þær og eftir okkur. Þannig við greinilega átti þetta allavega. Og það var sérstætt Hraunbrekkan. Við rendum okkur mest niður hana, sem nú var Hellisgata og hjólatíkurnar, það runnu nú vel, misjafnlega vel, það fór eftir á hvernig dekkju þar voru. Ég man eftir að sum vagnadekk voru með mannskæðaskettina að þau voru hærri að aftan og lægri að framan og ég minnir að þessi hjól hafa nú verið nokkuð drjúg. Þeir sem voru á þessum hjólum, ég held að þeir hafa nú runnið tíka lengst. Og það var sem sagt farið niður brekkuna, einn stýrði og annar stóð aftan á og fannst óbóðslega gaman að renna niður brekkuna en ekki alveg skemmtilegt að labba hann upp aftur. Og þeir sem voru heppnastir, það var sem sagt farið niður Hellisgötuna, Hraunbrekkuna og inn Þórólfsgötuna til vinstri og ef að menn voru heppnir þá var hægt að komast upp á Sundlauginni og það voru sumir sem náðu þessi reynsli, það var nú ekki algengt, það var mjög óalgengt en það er þó til í dæminu og við fórum hérna á milli húsanna, þú kannski manst hvar Jón Þ. Verkstjóri átti heima. Þetta hús er í held ég alveg örugglega þarna ennþá en þá var svona bara ekki akvegur hérna á milli en það var hægt að komast svona með reiðhjól og hjólatíkur þarna á milli og þar hjá Jóni Þ. Verkstjóra var brekka og beint á móti þessari brekku var braggi
sem að bílaverkstæði var í. Og hann hét Jói mann ég sem var með þetta bílaverkstæði og hann var alltaf kallað Jói á bílaverkstæðinu, ykkur mjöna kannski eftir honum. Og þetta var hápunkturinn að ná þessu og þá, ef við komumstu þangað, þá komumstu við líka niður á Herjólfsgötuna. Það var svolítið langt rennsli sem og fóðurinn í það rennsli var bara niður Hömbrekkuna. Þannig að það fór eftir því bara á hve góðum hjólum í raun og veru við vorum. Hvað þetta allt saman áhrifði. Og ég man eftir því sem sagt að við vorum að renna þarna, eitt stýriði og ég held að við skipst á að stýra, ég stýriði núna og annar stóð aftan á og svo stóð ég aftan á næst og hinn stýriði. Og við vorum bara í þessu alveg svakalega gaman maður og ná sem bara mestum hraða. Ég man aldrei eftir því að við dottið á þessum tíkum, nema í eitt skipti, það er nú önnur saga að segja frá því. Þarna niður við bæjarútgerðina, þar upp á Kletti, var heilmikil bygging. Ég held að þetta hús hafi verið kallað Salthúsið en ég ekki viss það. Og þar var svona vegslóði upp að þessu húsi og þetta var heilmikið hús og einu sinni, eitt sumar eða eitt vorið á sumar held ég að nú verið frekar, þá er þetta hús alveg fullt af svona kassatimbri, alveg bara, ég veit ekki hvað þeir voru að gera, ætlaðu sér að gera við alla þessa kassa. Þetta var svo sem ekkert gott timbur en hálfgeitt drassltimbur en voru þarna í einhverjum metris lengdum og þaðan að minni, ja, svona sem passaði kannski í fiskikassa, ég veit ekki hvað átt að nota þetta í. Og þarna var aldrei svengur maður, við nýbúnir að smíða þessa fínu hjóladík og þannig að við förum niður eftir, búin að sjá að þetta er þarna sko. Við sáum aldrei nokkurn mann þarna og við rennum okkur niður Vesturbrautina, niður Merkugötu og svo að þessu beygjum þarna til hægri þegar við komum á Vesturgötuna og löpum svo með tíkin okkar upp þessa brekku og inn í þetta hús sem var þá aðeins byrjað að taka úr, það hefur alveg greinilega verið fullt stafn á milli, það er svona nokkri metrar sem búið var að taka, alveg hellingur af timbri, alveg grúi af timbri. Og við bara förum þarna inn maður og svo byrjum við að smíða hús á tíkina. Vorum með sægir og nagla og hamar og svo bara tókum við timbur eins og við þurftum og spurðum ekki konga eða prest hvort við mætti þetta og annað, við sáum aldrei nokkurn mann. Það kom aldrei nokkur maður þarna, við vorum að dunda okkur við þetta, já, allavega svolítið nokkra klukkutíma að smíða þetta hús á tíkina. Og og kláruðum það með þaki og gluggum, það var ekkert í gluggunum, það var bara opið og við reyndum að vanda þetta svolítið mikið og þetta var heilmikill kofi kominn á tíkina og við vorum tveir við þetta, ég og vinur minn. Og svo klárast nú verkið og við förum þarna niður, rennum okkur niður þessa brekku og teymum hjólatíkina upp Merkurgötuna og hún nú ekki mjög vel með þetta, áttu þetta nú mjög stutt. Og svo, sem sagt, hinn vildi að þegar hann var eldri og frekari, þá fekk hann að stýra, það var aðalatriði að fá að stýra þessu. Og ég stend aftan á og við förum niður Kirkjuveginn. Og svo missir kallinn maður strákurinn stjórn á farartækinu og það veldur með þessum og alveg fína byggingunar alveg í spón, spýta fyrir spýta bara lag niður og það var ekkert gert með það meira, þetta var ítt bara til leður og svo bara gengiðu brekkuna, það meiddist nú enginn. En hann einhvern veginn beygði svo snöggt einhvers staðar að kannski fipast eitthvað og missti stjórn á græjunni og hún bar koll. Hann endaði nú fína hjóladíkinn okkar í spaði, yfirbyggingin. Og það var ekkert það að ræða, það var bara
það var ekkert reynt aftur að fara að gera þetta eitthvað betur, við höfum alveg getað gert það en við áttum ekkert meira við það en vorum nú svolítið svona fúlir yfir því að þetta skyldi hafa farið í fyrstu ferð en við erum ekki einir sem að missum svona í fyrstu ferð. En að vinna þetta verk, við vorum alveg einn áhugi í framann og einn spenningur frá A til Ö og við gerðum allt sem við gátum gert þess að hafa þetta nú sem allar flottast og vorum með alls konar plön uppi hvernig við myndum betur bæta þetta og það var planið var náttúrulega að setja eitthvað í staði fyrir rúðu, eitthvað plast eða eitthvað og svo ætluðum við að vera með þurrkur á svo ég veit ekki hvað og þurrkurinn átti að drífa þannig með spottun, digg, digg sem við tækjum bara í og þá hreyfðist þurrkan en það endaði nú allt saman bara þarna niður Kirkjuveginn og við vorum þá eiginlega komnir að fiskbúðinnas Hatta, það var svona þar sem að vinurinn misti stjórn á græinu og það fór allt á hliðina og húsið bara bang, það var ekki til lengur eftir það. Mikil vinna forgörðum fór þar og við náttúrulega ekki hrifnir af þessu en það var ekkert það annað að ræða en bara taka og kyngja þessu en ég man eftir því við fórum aldrei aftur neitt út í þessa vinnu en það máttu við ekkert vera þarna og sjálfsagt hefðu við verið stoppar eða við vorum alltaf að fara að gera leik okkur að vera þarna að smíða hús og hjólatíkur. Það átti að nota þessa kassa þetta timbur eins og ég veit ekki í hvað þetta átti að fara, ég hef ekki hugmynd það en ég giska á þetta hafi átt að vera einhverju kassar og ég giska þá á einhverja fiskikassa. Þetta voru svona tilsniðnar lengdir, 2 eða 3 lengdir en ég sé ekkert annað en að þetta hafi átt að vera einhvers konar kassaefni en þessi skemma sem ég held að hafi heita Salthúsi, en held ég að ég fari rétt með, hún var full af þessu kassaefni og það var ekkert smáraði sem komst inn í þetta hús því þetta var stærðarhús. En svo sem sagt líður og býður og allavega var þetta allt notað því hún tæmdist. Man ég, það var einhvern tíma að koma þarna, þá var búið að vinna úr eða búið að tæma hana alveg frá grunni, alveg spýtu fyrir spýtu. En eins og ég segi þá hafði ég aldrei hugmyndum til hvers þetta kassaefni var en eins og ég segi þá var ég nokkuð vissum að það var að ræða einhverja kassa. Það sem dettur í hug kannski var, þú kannski manst eftir síldarkossunum, að þetta gæti alveg hafa verið svona lengdirnar eins og var á þessu síldarkossum. Það voru trékassar, svo komu plastkassar en til að byrja með voru bara allt trékassar en fiskur var ekki í kossum á þessum tíma. Skipin voru bara með stíur í lestunum og ísaði stíurnar. Orðið kassi það var ekki til en það var til úti, erlendis var alltaf að nota kassar. En ekki á Íslandi, það kom löngu seinna. Þannig endaði þessi ágæta hjólatíkuferð okkar og fórum aldrei nema eina ferð inn í þessu húsi og ég fekk aldrei að stýra. Stóð í einu sinni aftan á og þá var allt búið. Það var ekkert hægt að fara neina aðra ferð. Allan erum á húslausri tíkinni, við sjálfsagt höfum notað hana þannig alveg helling. En hús, nei takk, það var ekkert átt við það meira. Þetta var nú hjólatíkin okkar. Og þessi hjólatík var nokkuð vinsælt leikfang hjá drengjum í Hafnarfirði, örugglega út all land líka. Ég náttúrulega þekki það ekki neitt því ég var bara í Hafnarfirði, í Vesturbænum og í vestara hluta Vesturbæjar, það maður var nú bara þar mest. Og svo hraunið, alveg endalaust hraunmaður. Það var alveg svoleiðis hafsjóra hugmyndum og alls konar hægt að gera þar. Þetta nú allt saman okkar leiksvæði en þetta allt farið og þetta ekki til lengur nema bara við sem munum það, við munum hvernig þetta var. En þeir sem eru það núna, krakkar, þeir mun ekkert eftir þessu. Sjá þeir bara uppfyllingarnar alveg hvert sem litið og malbikaði vegi. Það var ekki svoleiðis þá.
En hjólatíkurnar sem sagt voru svona viss kafli, þetta var allt kaflaskipt og sjálfsagt ennþá þannig með krakka sem eru upp í dag. Þannig að krakkar lifa bara sín tímabil og þeir þroskast og þá þroskast þessi leikir með. Fyrst þetta náttúrulega bara tómir barnaleikir og svo fyrir sköpunarþróin að koma og svona menn að eltast við hana og auðvitað var þetta af sköpun og þrá sem við gerðum þessar hjólatíkur eins og vorum að tala áðan. Þetta var allt saman unnið af okkur sjálfum og allt efni og allt saman fengið úr, við notum þetta bara sjálfir. Eins og við vorum að tala þá fengum við að taka einhverja aflagða kerrur og hirða undan þeim hjólinn og stundum kannski bunkuðum við upp á og sáum einhverja ónýtt eða lélegt og okkar mati lélegan vagn eða eitthvað og spurðum hvort við mættum taka hjólið undan þeim og fólki þekkti þetta alveg og vissi alveg hvað við vorum að tala og við fengum bara jáverðið við því, kannski var það dauðfegið að losna við þetta drasl fyrir utan hjá sér sem í raun var búið að leggja til hliðar og ekki nein söluvara vegna þess að það vantaði engum svona vagn eða svona kerru. Og kerran í því ástandi að vera ekki nothæf undir börn, en nothæf sem hjól og hjólatík, sem var allt annað mál. Svona var þetta nú gert og stundum pössuðu öxlarnir ekki á hjólinn og þá fórum við niður í vélsmiðjuna Klett og spurðum kallan þar hvort þið væri ekki til í að renna fyrir okkur hjólið öxulinn svo hjólið kemist upp og það var alltaf bara var ekkert mál að gera þá. Þeir gerðu þetta fyrir okkur og við borguðum aldrei neitt og það fór enginn fram á það. Þeir gerðu þetta bara á örskammri stundu og við fengum hjólið passlegt upp á öxulinn. Því að stundum fundum við bara öxul og svo fórum við að finna hjól hér og annað þar, svona í svipari stærð, eins stærð og það gat alveg verið þannig að annað hjólið, já það þurfti að renna bæði hjólin og jafnvel í mismunandi þykktum hvort hjól, eða hvort enda öxulsins. Þetta var allur gangur á þessu hvernig þetta var hjá okkur og svo var þetta nelt á tíkina og þetta voru yfirleitt ferkantaðir öxlar. Eða sko öxullinn á milli hjólana var ferkantaður og það var bara neldur við þetta nagli og hann beygður yfir hjólið og svo annar á móti og hann beygður á móti hinum naglanum og þannig var öxullinn festur. Og þetta hélt alveg ótrúlega, það var aldrei neitt vesen með þetta. Við gerðum þetta á sitt hvorum endanum, svo kannski á 2 stöðum þarna á milli. Þá varstu alveg með kikkfastan öxul. Það voru þetta þessu sem við vorum með þykkari spýtu aftast. Jafn þykka og stýrið var, þetta voru svona klumpar eins og við kölluðum. Þannig að þetta var nú byggingarlagi, þetta var nú ekki flókið, en það þurfti samt að gera þetta. Það þurfti svona ákveðið verkslag við að búa þetta til og það þurfti að kunna, það þurfti að læra og það þurfti að svona fá þjálfun í að nota því að ekkert, alveg sama hvað það eitthvað bara kemur tilbúið til þín og þú veist allt það. Það ekki þannig. Þú þarft að læra þetta allt og eins og við vorum að tala það. Ég man aldrei eftir fullorðinni manneskju með okkur í neinu af þessu. Ég man aldrei eftir því. Sjálfsagt hefðu við alveg þegið það, en það var ekkert til síðs. Við vorum bara börn, við vorum að gera þetta og svo bara gerðum við það. Það var nú bara svona í mínu krakkadæmi. En þetta ekkert svona í dag, nú það bara pabbi sem smíðar þetta ef hann kann eitthvað að smíða og svo fá krakkarnir þetta bara tilbúið upp í hendurnar. Þetta var þetta náttúrulega bara barnasmíði og kannski ekkert vanda svona innan gæsalappa, en ekkert neitt alveg bara perfect smíði á þessu. Þetta var svona eins einfalt og það mögulega gat verið. Svo vorum við að tala áðan að kassabíllinn, hann var bara samanstóð á 3 borðum,
breidd 3 borða. 2 borðin voru jafn löng og eitt kannski 50-60 cm lengra hinnu og þá varstu komið með pallinn á kassabíl og væru með sem sagt efnið og þá komstu nokkuð langt. Þá gastu gert alveg helling af öllu sem þú þurftir að gera og þetta var svona, já, við hirtum þetta við hús sem var að vera að byggja og eins og við vorum að tala þá voru þau nokkur, það var náttúrulega ekki alveg svakalega mikið verið að byggja þetta í kringum okkur. Það var eitt, man ég, hvar var það? Það voru nýjustu húsin á þessum tíma voru við Þórólfsgötu og þar var eitthvað smávegis byggt og þar upp frá og svo var eitt þarna, nei, ég man ekki hvar það var nú þarna einhvers staðar, kannski var það við eitthvað aðra götu, já það var við aðra götu alveg rétt og það fór niður Merkugötuna, nei ekki Merkugötuna, Langaravegur, Langaravegur og þar var mikil brekka við enda, kannski hét það líka Langaravegur, svo brekka og þar var verið að byggja hús manni og við fórum stundum í þetta hús og sóttum okkur nagla, alveg svoleiðis hellingur og nöglum í þessu húsi, maður var full af svona bara nöglum sem að smiðirnir drógu úr spýtunum og hentuðum svo á gólfið og þangað fórum við og týndum nagla alveg rétt í málningafötur. Fengum eins mikið að nöglum á öllum lengdum og stærðum sem við vildum. Og ég alveg viss að þeir sem áttu þennan stað hafi bara verið fegnir að við nefntum að koma og gera þetta. Því að hvort þeir þurft að sópa þessu saman og moka þessu upp og henda. En við komum og týndum þá svona einhverju leyti fyrir þá og notuðum. Alveg mikill fengur í því, við réttum þetta bara á stéttinni heima eða stéttum einhvers staðar og fengum svona upp undir beina nagla þegar við vorum að vinna með þetta. Þannig allt var þetta nýtt og allur kostnaður í algjöru lágmarki og það var bara besta mál að hafa þetta í öllum algjörum lágmarki. Ekki voru nú fjárráðin til þess að rópa húrra yfir hjá okkur og ekki var nú svo sem alltaf á ísan að róa með foreldur okkar að skaffa þetta. En ef að þau greiðin áttu ykkur naura þá réttuður okkur einhver aura fyrir einhverju sem við þurftum á að halda. Við vorum náttúrulega bara börn og höfum ekkert vit á því að pabbi okkar og mamma væri svona kannski uppundið það að vera blöng. Við vorum bara krakkar og hlupum inn og alveg sveittir og báðum með pening fyrir nöglum og stundum fengum við já og stundum fengum við nei. Og ekki orðum það meira. Svona var þetta nú á þeim tíma. Og við nýttum það allt sem við gátum. Oft við vorum að gera eitthvað svona og við vorum alltaf að gera eitthvað svona. Þetta nú bara æskumyndin mín, við vorum alltaf eitthvað að gera. Alltaf eitthvað að sýsla. Alltaf eitthvað að fást við einhver verk sem að vorum bara leikir að vinna og vera undir og í. Þannig að ég sé ekki að æskumyndin mín sé neitt nema bara, hún bara merkt svona alls konar dundi og fokki. Öllu nema lærdómnum, heima lærdómnum, hann var nú vetundarreyndar og þá gengdi nú öðru máli. Þetta var svona sumartíminn okkar. Og við vorum aldrei setnir að eiga þessar brekkur. Við gátum rennt okkur niður eina brekku, 2 brekkur, 3 brekkur, 4 brekkur raun og veru bara í kringum húsið sem ég bjó á. En mest notuðum við Hraunbrekkuna, Hellisgötuna. En við gátum rennt okkur niður Vesturbrautina og við gátum rennt okkur niður Hraunbrekkuna auðvitað sem við gerðum og við gátum rennt okkur niður Kirkjuveginn sem var hérna bara rétt hjá okkur og rétti á Kóngsgerði og svo gátum við rennt okkur niður Garðaveginn. En einhverja hluta vegna var Hellisgatan alltaf gatan sem var fyrir valinu. Ég veit eiginlega ekkert akkur það var og það var svona sennilega eitt spilað inn í að Hellisgatan er sennilega bara minnst farin gata. Hún
að þeir sem að fóru þessa Hraunbrekku voru yfirleitt bara menn sem að bjuggu við þessa götu og eins og fram hefur komið líka þá var bílaeign manna mjög á skornum skammti og ég held að maður geti talið bílana þarna á þessari götu á fingurum beggja handa, 10 bílar, alltaf hafa nú verið miklu meira á þeim tíma heldur en 10. Já, kannski voru þeir 10 en ég ekkert viss að þeir hafa verið svo mikið meira. Svona ef maður myndi hugsa það mál, þá held ég maður gæti nú bara tínt upp þessi hús sem að bílar stóðu við. Ef maður gefi sér tími í það og þá maður kannski komin í töluna 10-12 mesta lagi niður Hraunbrekkuna og ef við förum lengra að Hellsgötunni yfir á Reykjavík þá eru kannski 4-5 bílar, 5-6 bílar. Það var ekki meira en það. Kirkjuvegurinn. Það var ráðherrabíllinn, Emil ráðherra, þegar hann kom nú bara og fór og maður sá hann nú aldrei. Maður sá aldrei neina mannesku vera við húsið sem að hann bjó í, nema maður sá stundum þennan fullorðna mann. Og ég man eftir ráðherrabílnum þegar hann var að koma þarna með ráðherran heim eða sækjan og það var svört og mikil drossía. Og ég man ekki hvort að bílstjórinn var einkennisklæddur en allavega var hann eitthvað merktur þessum dæmi og þessi bíl ók upp og niður Kirkjuveginn. Og þá var hægt að fara, ég held að Kirkjuvegurinn hafa nú verið einstefnugata, þetta lokuð gata í dag en var það ekki þá. Þú keyrðir sem sagt upp Kirkjuveginn og gast byggt inn Hellisgötuna hjá Sigguhúsi eða farið áfram og þaðan inn Norðurbrautuna, sennilega hefur hann nú ekki þá leið, þá held ég, já þú komst upp á Reykjavíkurveginn af Norðurbrautinu og þá gastu bara haldið áfram til höfuðborgar Íslands, Reykjavíkur. Það er nú líklegt að ráðherrabíllinn hafa nú farið þessa leið. En hann kom upp hérna Reykjavíkurveginn og stoppaði við garðsvegginn hjá ráðherraheimilinu sem að sá aldrei nokkurn mann við og minnistætt að það virtist aldrei nokkur maður vera og þegar maður var að fara á róló þá gekk maður stundum þennan á þessum vegg sem að lóðin var afgirt með, steyptur veggur og fór eftir honum og svo til hægri alveg neðst á veggnum og þaðan upp á hraunið og yfir klettin og þá var maður komin niður að róluvellinu sem þar var sem núna í dag eitthvað safnasvæði þarna í Hafnarfirði. Ég hef reyndar aldrei neitt skoðað þetta safnasvæði en ég veit allavega að þar safn og það alveg vilt safn og það nú eitthvað ellingsstarfsemi í því þeir alltaf annað slagið hafa verið að auglýsa svona einhverja fundi eða svona menn geta komið á fræðslum sögun og ég man eftir því að ég fór nokkrum sinnum á svona fræðslufundi í safnahúsinu, bara mjög merkilega og góða framsetta og vel framsetta fundi sem að menn voru með. Mjög áhugavert sem að þeir voru að gera og ég held þeir séu ennþá með þetta system að gera þetta með þessum hætti. En þetta var nú svona smá innskot, lenging á æsku myndinni minni og við vorum svona að tala ýmislegt og svona þema þessa dags voru hjólatíkurnar og þegar við byggðum húsið á hjólatíkina og rendum okkur eina ferð og þá fór það allt í sundur og við ógurlega söktir og spældir því að við vorum búin að leggja okkur mikla vinnu við þetta. Það þarf víst að gera þetta eitthvað voldugar heldur en við gerðum og líklega nota einhverja kraftmeiri nagla heldur en einhverja 2 tómar nagla sem rétt náði í gegnum spýtuna. Það víst ekki rétta byggingalagið fyrir svona hús á hjólatík. En þá voru líka bara börn og vissum ekki allt sem við vitum í dag frekar en börn gera.